2017 var það. Ég fór að finna fyrir einhverjum svona óþægjandum í geirvörtunni. Fór til læknis og svona spurði hvort það væri ekki hægt að fjarlægja þetta. Og þá náttúrulega smátt og smátt fór ferlið af stað. 1 af 8 systkinum og við erum 3 eftir lifandi. 5 hafa dáið úr krabbameini og ég er með BRCA2 genið og það eru systkini mín líka flest. Ég lét ekki athuga það fyrr en eftir að ég greindist. Ég kannski innst inni vonaði að svo væri ekki. Einmitt vegna þess að ég hafði mist systkini mín. Að þá var ég náttúrulega alla tíð aðeins hræddur. Þessi afneitun sem að ég held að sé hjá öllum, hún gerir það að verkum að allavega maður frestar því að gera eitthvað. Það er ekkert að því að láta athuga eitthvað sem mann grunar. Það er miklu verra að fresta því þangað til það er orðið á seint. Ekki humma fram að þér heilsuna. Láttu athuga möguleg einkenni krabbameins strax. Krabbameinsfélagið.